370 stig, Jari Salonen 50 stigum þar á eftir í 3. sæti, Ketill Ágústsson í 4. sæti og Sofía Skólin Borg klifraði upp í 5. sæti undir lokin, Bjarki hafnaði í 7. sæti og staðan þegar 2 umferðir eru eftir, Ragnar Róbertsson með 38 stig, Ketill Hákonsen Noregi með 26 stig, Bjarki Reynisson 17, Tómas Nújólm 16 og Jari Salonen með 14 stig. En þá það sérútbúnuflokkurinn og við þurfum að fara hrætt yfir sögu. Með rásnúmer 2 Róar Jóhansen. Við erum í fyrstu braut. Já, 350 stig. Gísli Gunnar Jónsson sigraði í 3. umferðinni sem framfór 2. september á laugardeginum. Hér í 4. umferðinni sem framfór 3. september á sunnudegi. Þetta 3. árið sem að keppt í torfæru í Finnlandi og Gísli fær hér 350 stig. Finn Erik Löfberg, fyrrum heimsbikarhafi í götubílaflokki, Normaður. Kristoffer Hall, Svíþjóð. Já, það hættin að sleppa við veltu þarna. Svona ekki að gera þetta. Það Mika Kaskinen frá Finnlandi. Fyrir þetta Ole Gravesen frá Noregi. Það smá hik þarna. Nei, og svo bara missir hann stefnuna. Ekki alveg hans dagar í Finnlandi hjá Ole Gravesen. Það var Gunnar Gunnarsson. Hann smíðaði nýjan bíl utan allan vélbúnaðinn sinn síðastliðinn vetur og þessi bíll, trúðurinn, það bil 500 kílóum léttari heldur en sá gamli. Laglegt til Gunnari, Morten Lofskoen frá Noregi. Já, 350 stig. Sigurður Þór Jónsson. Nei, þetta ekki Sigurður, þetta Arne Jóhannesson. Það fátítt að bílarnir hjá Norðmönnunum bili. Það var Sigurður Þór Jónsson. Sigurður skipti úr loftbúðafjöðrun yfir í fjöðrun sem að svipar til þess sem að notuð í motocrosshjólum. Arne Jóhannsson og allarleið niður í 7. sæti Tuka Lassonen með 350 stig, Gunnar Gunnarsson með 340 stig. Ekki valinn að sjá Íslendingarna svona neðarlega á listanum en þetta var bara fyrsta braut. Það var braut nr. 2. Gísli Gunnar Jónsson fer fyrstur. Tekur hérna stigu. Það eru 20 stig þar inn. Já, upp á fyrir hann. Og Gísli fær 330 stig. Það var það Finn Löfberg. Gerir þetta án refsinga, þannig að hann fær 20 stig meira heldur en Gísli Gunnar Jónsson. Þetta Willi Vikari. 240 stig fyrir fyrstu braut, 330 hér fyrir aðra braut. Þá það Daniel Gunnar Ingimundarsson. 240 fyrir fyrstu braut og 240 hér í braut nr. 2. Ole Gravesen.
Aðeins 220 stig í fyrstu braut, það fást 350 stig fyrir að fara braut til enda og keyra í burtu. Það er ekki nóg að fara upp á toppinn og velta þar. Þá fást ekki nema 250 stig og Óli Graversen fær ekki nema 230 stig hérna Gunnar Gunnarsson. Já, upp á fyrir hann en kemur við stikkuna í endalheiði og tapar þar 10 stigum, 340 stig. Morten Løvskoen frá Noregi. Upp á fyrir hann, hann keyrir ekki burtu, þannig að hann fær ekki 350 stig, honum er gefin 290 stig. Arne Jónsson, hann klárar þetta ekki, 250 stig. Þannig að það er að skilja hér á milli bestu manna. Og Sigurður Þór, álalegt upp á 350 stig. Leo Viðar Björnsson, nei. Og staðan að loknum tveim brautum, Roar Jóhansen Noregi og Finn-Erik Löfberg með 700 stig, Sigurður Þór Jónsson 690, Gísli Gunnar Jónsson 680 ásamt Gunnar Gunnarsinni, Mika Kaskinen Finnlandi 660 stig, Morten Løvskoen Noregi 640 stig. Þriðja braut og Daniel Gunnar Ingimundarsson fer fyrstur í þessa braut. Það takk ég vel eftir, þetta er sennilega einhver besti árangur Daniels Gunnars Ingimundarssonar í nokkuru braut. Hann gerði þetta frábærlega. Ekkert stopp, nær beygjunu þarna á þess að bakka fram af í hliðarhallan. Varovasti. Loistava, erittäin hieno. Tuli kyllä kaverin sen alas. Laglegt og áhorfendur voru búin að átta sig á því að þetta var erfitt. Ilman miinuspisteillä. Laglega gert hjá Danieli Gunnari Ingimundarsinni, 330 stig af 350 mögulegum. Óli Graversen ætlar að snúa bílnum hérna en gerði það þannig að hann snýrist alveg og hann er þá hvolfið þarna upp á. Gunnar Gunnarsson, Óli Graversen aðeins 210 stig fyrir þessa braut. Það er reyndar mikið eftir veltuna, vel gert hjá Gunnari. 340 fyrir fyrstu, 340 fyrir aðra braut. Já, upp á fer hann, 310 stig. Það mátti ekki miklu muna þarna. Sigurður Þór Jónsson 340 í fyrstu, 350 í annari braut. Alarinne varsin tyylikkäästi ilman sen suurempia ongelmia ja sitten ylös ja tässä vaiheessa hiekka lentää ja auto nousee tyylikkäästi 300 pisteet. Já, laglegt hjá Sigurður Þór Jónssoni en einhverju hluta vegna þá fær hann ekki nema 230 stig fyrir þessa braut. Það sem að ómögulegt reyndist að fá hjá Finnunum voru refsistigin sem menn fengu fyrir hverja braut fyrir sig. Sigurður Þór Jónsson var skráður með 230 stig hérna. Sennilega 2 bökk hjá honum. Þetta er Gísli Gunnar Jónsson. Sigurður Jónsson tapar 120 stigum á snertingum við brautarmerkingar eða bakk. Gísli 310 stig. Finn-Erik Löfberg refsilaust þegar hér er komið sögu í þessari þriðju braut og gerir þetta vel.
upp á fer hann með fullt hús stiga, frábært, og hann í forystu eftir fyrstu 3 brautirnar, 1050 stig. Gísli Gunnar Jónsson í öðru sæti, Gunnar Gunnarsson við hlið hans, báðir með 990 stig, Sigurður Þór Jónsson með 920 stig. Morten Lóskóen kominn upp í 5. sæti, Mika Kaskinen í 7. og Daniel Gunnar Ingimundarson í 7. sæti. 4. braut, Hlíðarhalli, sem reyndist nokkuð erfiður fyrir menn. Seinni hluti brautarinnar var auðveldur. Gunnar Gunnarsson nælir sér 330 stig. Sigurður Þór Jónsson fer hins vegar allt og neðarlega hérna og að tapa stigum. Þetta hér með 290 stig. Róar Jóhansen fekk hans 100 stig í 3. braut. Lendir hér í stigunni í Hlíðarhallanum. 330 stig. Gísli Gunnar Jónsson fer ofarlega en dettur hér niður og of neðarlega og tapar stigum. Ekki alveg dagur Gísla Gunnars Jónssonar, í toppslagnum en þó að fjarlægjast Finn Erik Løberg. Sem tekst að hanga ofarlega hér í gegnum þetta hlið og fer refsilaust hérna í gegn. Hann einn með fullt úr stiga eftir 4 brautir og í forystu. Með 80 stiga forskot á Gunnar Gunnarsson, Gísli Gunnar Jónsson í 3. sæti, Sigurður Þór Jónsson í því 4. Mika Kaskinen í 5. Morten Lóskóen í 7. sæti. 2 brautir eftir. Gunnar Gunnarsson fer fyrstur hjá okkur í 5. brautina. Stefna rétt. En það brotnar hjá honum öxull vinstra megin að framan og hann fer því ekki lengra að sinni og rétt eftir að hann var kominn niður á jafnsléttu þá brotnaði hjólið hreinlega undan. Ein braut eftir. Næstur í brautina Arni Jóhannesson og Gunnar Gunnarsson var ekki alveg sáttur við það hvað hann þurfti að bíða lengi eftir þeirri þjónustu sem að keppnisstjórn veitir á hverjum keppnisstað. Tæki sem að dregur óökufæra bíla í viðgerðarsvæðið. En tækin voru hins vegar upptekin vegna þess að aðrir bílar höfðu líka farið illa út úr þessari braut. Og þetta var orðið spurning það hvort að Gunnari tækist að gera við bílinn fyrir næstu braut. Gunnar var jú í slagnum 1. sætið, hefði þurft að fara upp í þessari 5. braut. Arni Jóhannsson. Nei. Þá er Sigurður Þór Jónsson. Hann í slagnum 1. sætið. Já. Og upp á fer hann í gegnum liðið 350 stig. Þetta refsilaust í Sigurður Þór Jónssoni, frábært hjá honum. Fékk samt 10 stig í refsingu fyrir að snerta merkingu í endaliði sem ég ekki alveg séð hann vera að gera. Og Róar Jóhansen, hann hitti nú bara ekki hérna á endaliðið. Hann fær ekki nema 250 stig þó hann færi upp. Það var Gísli Gunnar Jónsson. Setja pressu á Finn Erik Løberg, fara upp. Helst refsilaust, Gísli. Og upp á fer hann enn, hann hittir ekki alveg á endaliðið, fær ekki nema 320 stig. Finn Erik Løberg. Já. Þetta bara 250 stig, þannig að munurinn minnkar niður í 50 stig fyrir síðustu brautina. Ole Graversen.
skemmtilega komin spenna í stöðuna í þessu móti, fjórðu umferðinni af 6 í heimsbikarkeppninni. Finn-Erik Löfberg enn með forystu en aðeins 50 stig á Gísla Gunnar Jónsson. Gunnar Gunnarsson í 3. sæti 100 stigum frá 1. sætinu og Sigurður Þór Jónsson einnig. Þannig að það allt galopið. Nú bara spurningin hverjir fara upp í síðustu brautinni. Arne Jónsson fer fyrstur og minna það 350 stig fyrir að fara alla brautina til enda og keyra í burtu eftir að menn eru komnir upp. Gerir menn það ekki þá fá menn ekki nema 300 stig kannski fyrir það að komast upp á toppinn. Eins og svona. Þetta ekki 350 stig, það þarf að vera hægt að keyra í burtu. Dregin Verabreyf, Sigurður Þór Jónsson var 100 stigum frá 1. sætinu. Þarf á öllum 350 stigunum að halda hér. Og vonast síðan til þess að Finn-Erik Löfberg klikki á lokasprettinum. Já, Sigurður konum, endurtekning. Það að menn fara svona upp á toppnum setur vissa pressu á aðra sem á eftir koma, sem maður kannski ekki alveg vissir það þetta sé algjörlega fært. Jú, þetta fært og það hægt að keyra í burtu. Róar Jónsson sannar þar hér 350 stig, líkur keppnum í 1730 stig. Það var að Gísli Gunnar Jónsson var 50 stigum á eftir Finn-Erik Löfberg fyrir síðustu brautina. Stefnan rétt og hárfínt upp á án nokkur átaka í lokin. Finn-Erik Löfberg. Gísli fekk 350 stig, er þá með 1950 stig. Glæsilega gert hjá honum. Það ekki við því að búast að svona menn klikki 2 brautir í röð. Gunnar Gunnarsson mættur í brautina, naut vafans, hann kom of seint en slapp refsilaust í gegnum rafsliðið inn í þessa braut og fær 350 stig og það tryggir honum 3. sætið með 1900 stig, 50 stig meira heldur Sigurður Þór Jónsson. Gísli Gunnar Jónsson í öðru sæti, Finn-Erik Löfberg í því í því fyrsta með 2000 stig. Frábær árangur hjá honum, ofan 3 reynslubolta frá Íslandi. Gísli Gunnar Jónsson efstur með 36 stig, Gunnar Gunnarsson í öðru sæti með 24 stig. Birgir Þór Kveðrasinni, sjáumst aftur í